að ef þið með einhverja spurningar til þeirra sem hafa verið með erindi hérna í dag, að senda okkur þær þá í gegnum Facebook eða skriflega því sem eru hérna á staðnum og þær verða síðan þá, ég mun segja þeim í pallborðinu þessar spurningar á eftir. Þetta er bara að minna ykkur á það. En núna ætlum við að hlýða á hana Geirdísi Hönnu, hún er einmitt líka í kjarahóp Öryrkjabandalagsins og gott að vera í svona kjarahóp og halda viðburð og bara við fáum að tala, mér finnst það skemmtilegt. Bara það er ekkert rými fyrir fleiri skoðanir hér. Og hún Geirdís ætlar að vera með erindi sem að heitir Ég kýs að lifa, ekki bara lifa af og er þetta hennar reynslu saga. Gjörðu svo vel, Geirdís. Komið sæl. Ég vil byrja á að þakka fyrir það sem hér hefur komið fram og þakka fyrir þann heiður að fá að vera meðal talsmanna hér í dag. Líf á örorku er líf í fátækt og líf í stöðugum afkomuótta. Ég er öryrki en ég er líka manneskja, móðir, systir, frænka og vinkona. Ég skulda ekkert og hef ekki gert í þó nokkuð mörg ár núna. En ég er enn í þeirri stöðu að velta fyrir mér hverri krónu til að hámarka verðgildi hennar. Sem öryrki má ég ekki eiga sparifé eða rétt hjá lífeyrissjóði öðru sem það skerði greiðslur almannatrygginga. Sem öryrki má ég vinna mér inn 1.315.000 krónur á mánuði heildarlaun á ári fyrir skatt, án þess að það skerði greiðslurnar frá TR, en að því ég svo heppin að hafa fengið starf sem borgar mér meira en það, skerðast greiðslurnar í samræmi. Framfærslu uppbótin skerðist frá fyrstu krónu og fellur alveg niður við 110.000 krónur tæplega. Aðrir liðir fylgja fast í kjölfarið í samræmi við hækkun atvinnutekna. Og ef ég er svo heppin að eiga rétt umfram 328.000 krónur á ári í lífeyrissjóði, þá skerðast greiðslurnar enn frekar. Sem öryrki hef ég þurft að velja á milli þess að borga reikningana eða versla í matinn. Versla í matinn eða kaupa nauðsynleg lyf. Kaupa föt á börnin eða mig. Tannheilsu barnanna eða minnar eigin. Leyfa börnunum að æfa íþróttir eða fara með þau í frí, þó ekki lengur en 3 til 5 daga og alls ekki utanlands því það er dýrt. Leigja mér húsnæði eða lifa án fjárhagsáhyggja. Í dag bý ég í húsbílabreyttum sendlabíl vegna þess að ég kýs að lifa, ekki bara lifa af. Ef ég fer út í það að leigja, myndi það koma verr út fyrir mig fjárhagslega. Ég fengi ekki heimilisuppbót því ég er of tekjuhá. Ég fengi mjög takmarkaðar húsaleigjubætur eða 23.669 krónur miðað við 141.000 krónur húsaleigu. Þessi upphæð lækkar ef tekjurnar mínar hækka. Sem dæmi að þá hækka þær 3.000 krónur ef leigan hækkar í 200.000. Og miðað við þennan útreikning er nokkuð víst að ég fengi ekki sérstakan húsnæðisstuðning vegna þess að ég er of tekjuhá. Við upphaf leigutíma þarf að greiða tryggingu sem yfirleitt er 1 til 6 mánaða leiga fer eftir leigusala.
Ég myndi kjósa að nota slíka fjárhæð í eitthvað annað og skynsamlegra, eins og til dæmis að fara loksins til tannlæknis. Svo þarf að borga hita, hússjóð og rafmagn sem má gróflega áætla að sé á bilinu 10 til 20.000 á mánuði fer eftir húsnæði. Til samanburðar má geta þess að kostnaðurinn við það að búa í bílnum er á bilinu 45 til 50.000 krónur á mánuði, með tryggingum og öðrum gjöldum, og er bensínkostnaðurinn stærsti útgjaldaliðurinn. Og þegar ég hef fengið mér sólarsellu, mun þessi kostnaður lækka enn frekar vegna þess að til að hlaða neyslugeyminn þarf ég að hafa bílinn í gangi og getur það tekið allt til 3 tíma til að ég geti rekið miðstöðina alla nóttina. Eins og staðan er í dag skulda ég TR rétt tæplega 415.000 krónur vegna þess að þegar ég hef hafið störf í nýrri vinnu hefur það ekki gerst áramót og því myndast skuld fyrir þeim greiðslum sem ég var búin að fá fyrr á því árinu. Sem dæmi, árið 2019 bauðst mér 50% staða skrifstofustjóra, en að því ég hóf ekki störf fyrr inn í apríl, myndaðist skuld við TR fyrir greiðslum sem ég hafði fengið fyrstu mánuði ársins. Nú í lok mars var komið endurnýjun hjá TR vegna örorkunnar minnar og sótti ég samviskusamlega Ég fékk læknisvottorð og sótti hjá lífeyrissjóðnum eins og farið er fram á að lífeyrisþegar geri. Ég átti víst einhverja inneign hjá lífeyrissjóðnum frá því í fyrra sem þeir greiddu mér út í einni upphæð nú í marsmánuði. Ég nefnilega gleymi alltaf að endurnýja hjá lífeyrissjóðnum, einhverju hluta vegna. Það kostaði það að TR endurreiknaði tekjuáætlunina mína eins og ég ætti að hafa alla upphæðina sem lífeyrissjóðurinn greiddi mér í mánaðartekjur. Svo að í staðinn fyrir að það bættust við tæplega 6.000 krónur á mánuði frá lífeyrissjóð, bættust við rúmar 290.000 krónur á mánuði frá lífeyrissjóð, sem bæði bjó til meiri skuld hjá mér við TR og lækkaði útborgaðar greiðslu frá þeim rétt tæpar 60.000 krónur á mánuði. Ég veit ekki með aðra en mig munar minna. Ég er þakklát fyrir að hafa starfsgetu þó lítil sé, en þykir ósanngjarnt að vera refsað fyrir að nýta hana. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta, Geirdís. Nú ætlum við að fá hingað upp Drífu Snædal, forseta ASÍ, og Þuríði Hörpu Sigurðardóttur, formann ÖBÍ, og þær ætla að vera hérna með erindi sem heitir Gjáin á milli örorku og vinnu. Og bara bjóða þær velkomnar hérna á svið. Bara, þú veist, út í horni bara eitthvað stað. Okay. Er ekki kallmaður hérna sem getur aðeins sér að þessu eða? Bara litlar konur og... Já, bara litlar vesalar konur hérna. Hvað er best að við séum? Ef við að vera hér eða... Ekki bara vera hérna eða hvað? Já, við getum verið með bara... Fundið okkur í myndi hér. Svona fína mikrofóna og svona. Talið við? Nei, Já, sæl öll. Þetta búið að vera áhugavert hérna í dag og við höfum
lengi fjallað hvað misjafnt er gefið í þjóðfélaginu og við sjáum það allavega á þeim sögum og þeir því sem fólk hefur talað hérna í dag, þá erum við alveg með það á hreinu og hér er misjafnt gefið. Stjórnvöld hafa árum saman skilið öryrkja eftir og þrátt fyrir loforð að laga kjörin og bæta hag fólks eftir hrun að þá hefur ekkert gerst og það lítur einhvern veginn þannig út að hrunið hafi orðið stjórnvöldum tækifæri til þess að þrengja enn frekar að öryrkjum og svo bara gleyma þeim. Og það er gríðarlegt áhyggjuefni að sjá hér hefur dregið sundur örorkulífeyrir og lágmarkslaun 100.000 krónur núna 1. apríl, jafnvel meira, frá árinu 2007. En á þeim tíma, eins og kannski kom fram hjá honum Kolbeini Stefánssyni áðan, að þá var örorkulífeyrir og lágmarkslaun á pari og örorkulífeyrir var jafnvel aðeins hærri. Síðan þá hefur myndast hérna gríðarlegt gap og það er mikið áhyggjuefni. Og nú erum við að horfa fram á það að hérna er í raun og veru að verða annað áfall hjá þjóðinni. Og ég veit ekki hvort það verður eins og hrunið og ég vona að verða ekki eins og það og menn tala að þetta verði stutt og snart. En við höfum áhyggjur af því að hér verði samt enn og aftur höggvið í sama knérun. Það er að segja að örorkulífeyrisþegar fái enga bót og það er bara ofboðslega alvarleg staða og þess vegna kannski erum við hérna í dag að tala fyrir tómu húsi en vonandi ofboðslega mörgum á streyminu af því að við erum í mjög alvarlegri stöðu og við erum búin að sjá hérna í dag þessi skil á milli vinnu og örorku, milli þess að veikjast eða vera fullvinnandi, veikjast, slasast eða fallast með einhvern og vera fullvinnandi, hversu þungbært það getur verið fólki og er fólki og það er ekki bara fjárhagslega, heldur náttúrulega mjög mikið bara tekur þetta á fólk svona í daglegu lífi að reyna að ráða fram úr því að búa í nýju lífi, einhverju sem það hafði aldrei óskað sér, að þá finnst manni það að stjórnvöld sem að bera ábyrgð á því að framfærsla þeirra sem að ekki geta lengur framfært sér sjálfur en hafa jafnvel borgað áratugi inn í kerfið okkar, það er ríkið, það er stjórnvöld, að þau séu einhvern veginn sofandi. En ég ætla nú kannski ekki að hafa þetta mikið lengra með inngangin hérna ætlum við að drífa aðeins að ræða saman einmitt gjána á milli örorku og vinnu. Hvað myndir þú? Takk hérlega fyrir það og takk fyrir þetta málþing og þetta er sennilega það sem koma skal, að það eru fleiri í pallborði heldur en í sal. Það er bara ágætt að fara að venja sig við það næstu 2 mánuðina eða svo. Og mér finnst þetta líka gott upplegg að vera með okkur Þuru hérna í samtali af því að við erum í þessu samtali stöðugt við Þuríður. Og höfum verið síðan ég tók við þessu embætti sem ég gegni núna. En mér finnst svolítið staðan vera að breytast í samfélaginu og það gerist bæði með þessari herferð sem Efling er búin að vera í, gera fólk sýnilegt sem er á lágmarkslaunum, mér finnst öryrkjar vera hávarari, við sáum Kveiksþáttinn fátækt, það er að opnast þessi heimur fyrir þá sem geta í alvöru lifa lífi sínu án þess að þurfa nokkurn tímann að vita af því hver staða fjölda fólks er. Og mér finnst Öryrkjabandalagið hafa verið að eflast líka og mér finnst raddir ykkar hafa verið fjölbreyttari og hávarari og það er vel því að skilningur er svona grunnurinn og undirrótin að breytingum. Og ég vona að fólk sé líka fara að átta sig á hættunni sem býr í því að halda fólki fátæku og í valdaleysi. Af því það er bara gríðarlega hættulegt bæði fyrir fólk, heilsu fólks og ekki síður hættulegt fyrir bara samfélög.
Við höfum oft rætt þetta, ég og Þuríður, þetta mörkin á milli vinnu og örorku og ég hef stundum sagt að verkalýðshreyfingin er svona í og með fulltrúi tilvonandi öryrkja. Þeir eiga engan hóp. Það er enginn sem ætlar sér að vera öryrki. Þannig að það kemur í okkar Þuríðar hlut að tala máli þeirra. En vinnumarkaðurinn líka mjög mikið svona on-off á Íslandi. Annaðhvort ertu við hestaheilsu og ert fullvinnandi og vinnur brjálæðislega mikið eða þá ertu ekki í vinnu. Það er einhvern veginn engin millivegur og þó að við skorum mjög hátt í hlutastörfum hérna á Íslandi að þá erum við líka með mjög hátt hlutfall af skólafólki. Þessi hlutastörf eru sko skólafólk, að vinna með skóla, ungt fólk. Þannig að það er skekkja í þessu. Hlutastörfin hérna á Íslandi er ekki þess eðlis að fólk með skerta starfsgetu getur verið í hlutastarfi. Þannig að við þurfum einhvern veginn að lækka þessa þröskulda inn á vinnumarkaðinn og fyrsta versið þar er náttúrulega að fyrsta lagi það er að koma saman að þessi störf sé í boði og það er svo sem ekkert í hendi og hafa verið skilyrt af hendi atvinnurekenda og stjórnvalda að búa til þau störf. Og í öðru lagi má fólki ekki hefnast með greininnilega fyrir að prófa sig á vinnumarkaðnum. Margir sjúkdómar eru þannig að fólk getur kannski unnið í mánuð og svo ekki næsta mánuð. Og ég hef stundum tekið sko MS-sjúklinga eða þunglyndissjúklinga sem dæmi. Þú veist í rauninni aldrei hvenær kastið kemur, þannig að þú verður að vera sveigjanlegur inn og út af vinnumarkaðinum og þetta þurfa að vera í staði fyrir að vera sko nánast óklöfur múr á milli þess að vera á vinnumarkaði eða ekki. Þá þarf þetta að vera svona snúningshurð. Hvernig við nálgumst það verkefni, við þurfum að gera það í tengslu við yfirvöld og við höfum tekið þá skýru stefnu að við tökum ekki ákvarðanir þetta nema í samráði við Öryrkjabandalagið og Öryrkjabandalagið sé við borðið en við hins vegar styðjum Öryrkjabandalagið í þeirra kröfum. Aðeins varðandi kjarasamninga, af því að stundum er sagt að stéttarfélögin eigi að semja hækkun örorkubóta líka. Kjarasamningar eru samningar á milli atvinnurekenda og launafólks borgun fyrir vinnu. Og það er mjög skýrt afmarkað. Vissulega fáum við stjórnvöld stundum inn með einhvern pakka en verkalýðsfélög og vinnandi fólk má ekki samkvæmt lögum fara í verkfall út af kröfum og stjórnvöld til dæmis. Það er bara mjög skýrt afmarkað að verkföll snúast endurgjald fyrir vinnu. Þannig að kjarasamningar og verkalýðsfélög eru einskorðuð við vinnumarkaðinn. Hins vegar ber okkur líka siðferðisleg skylda til að standa með öryrkjum og það er öllum í hag, nema hugsanlega ríkissjóði, ég veit það ekki, að tryggja framfærslu og ég hef sagt það að ég fer inn í þessar viðræður fyrsta lagi bakka upp raddir öryrkja sjálfra, öðru lagi að alla breytingar og hugsanlega breytingar sem verða gerðar á kerfinu ógni ekki, búi ekki til afkomu ótta, það er að segja ógni ekki búi ekki til hræðslu við að missa þó það sem nú er, heldur verður að tryggja að það sé engin bil á milli skips og bryggju þar. Og síðan hef ég neitað að fara inn í nokkrar samræður þar sem er verið að ræða það að öryrkjar séu að svindla á kerfinu. Ég neita að taka þátt í þessari umræðu á þeirri forsendu. Mér finnst að þetta nú kannski frekar að fara að ræða þá sem eru að svindla á skattkerfinu. Ég held að það sé töluvert meiri vandi í okkar samfélagi. En allavega að allar góðar hugmyndir eru vel þegnar að búa til að lækka þröskuldana inn og út af vinnumarkaði. Því ég held að það sé gríðarlega stórt framfarsskref og þá öryrkjum hefnist ekki fyrir að taka þátt í vinnumarkaðnum.
Já, eins og kom þetta fram á hann, þá voru skerðingarnar dálítið mikið til umræðu og því Drífa talar um það að við höfum verið í miklu samtali sem er alveg rétt að ég hef svona hort til þess að öryrkjar og fatlað fólk er oft fólk sem er búið að vera í mörg ár og áratugi jafnvel á vinnumarkaði og stundum er þetta fólk sem er kannski ekkert með neitt hefur ekkert verið í einhverju hárri eða hátlaunari vinnu. Við sjáum til dæmis konur yfir 50 sem koma nýr enn örorku í dag, þær eru ekki með háan eða mikinn lífeyrissjóð til dæmis. Þar er lífeyrisréttindi kannski hverfandi lítil með kannski það sem aðra stéttir í landinu hafa. Þannig að fólk sem hefur verið lengi á vinnandi og lendir inn í veikindum eða slysum eða verður fyrir ykkur áfalli þannig að það getur ekki lengur verið á vinnumarkaði, að manni finnst auðvitað dálítið hart þegar að það einhvern veginn lendir einhvern veginn að milli skips að bryggju vegna þess að ríkið í raun og veru grípur það grípur ekki almennilega fólk þegar það lendir í áfallinu og við erum búin að sjá það og við vitum það að það lifir enginn af þeim upphæðum sem að örorkulífeyririnn er í dag, allavega mjög fáir sem hafa gott á honum og það er náttúrulega ákallið sem við höfum beint til stjórnvalda núna mjög lengi, það er að hér verður að hækka örorkulífeyrir, hér verður að draga úr skerðingum og ef að öryrkjar, ef að gera þeim kleift að fara einhvern veginn að bæta hag sinn og komast inn í einhvern starfaumhverfi, inn í vinnu, að þá þurfa störfin að vera til. Og eins og Drífa benti hérna á áðan, hlutastörf eru ekki aðgengileg fötluðu fólki eða öryrkjum, þar sem að þetta er yfirleitt þar sem að skólafólk nýtir með skóla og það hlýtur að vera verkefni okkar allra og ekki síst auðvitað stjórnvalda og að hér verði búin til markaður með sveigjanleg vinnumarkaður þar sem eru sveigjanlega störf og viðeigandi aðlögun og það er það sem við höfum talað fyrir og svo að skerðingarnir séu þá með ekki svo gríðarlegar, það borgis ekkert fyrir fólk að reyna sig og það, eins og hann sagði allir fólk verður að hafa fyrir viðvikið, það verður að hafa auðri vasan fyrir viðvikið, það er ekki, fólk er yfirleitt orkulítið og hefur, hvað að segja, miklu knappari orku til þess að fara út á vinnumarkaðinn og það þarf yfirleitt að eyða sína orku í bara að sinna sín nánustu og sjálfum sér. Þannig að ef það er veikt eða er komið með örorkumat, eins og náttúrulega öryrkjar eru með, að þá er það nauðsynlegt til þess að fólk hafi einhvern ábáta á þess að það hafi þá eitthvað í vasan fyrir viðvikið. Ég veit ekki, þetta er svona kannski mínir þangar, Bili? Já, takk fyrir það. Mér langar líka aðeins að segja frá því að við náttúrulega erum í samtali og samræði ASÍ og Öryrkjabandalagið og BSRB og BHM og KÍ og erum að móta einhvers konar samstarf og samráð okkar á milli og það verður vonandi eitthvað að frétta því bara fljótlega. Nú er búið að semja þannig að það er kannski hægt að fara að gera eitthvað annað líka. En mér langar líka aðeins að segja stöðuna sem við erum í dag. Við erum á leiðinni í kreppu. Það eru 8-10.000 manns á atvinnuleysisskrá sem er hörmungarástand og það mun að öllu líkindum versna. Hugsanlega strax næstu mánaðamót. Í kreppum þá eru mjög margir sem sæta færis að skara eld að eigin köku. Í kreppum eru mjög margir sem teknar afdrifaríkar ákvarðanir og þær geta farið í tvær áttir, þær geta lotið að jöfnuði eða ójöfnuði. Ég var ekki með góða tilfinningu fyrir orðum fjármálaráðherra í gær, þar sem hann talaði samráð við fjármálafyrirtæki og samráð við atvinnurekendur
og við kröfðumst þess hátt og snjallt að það er í samráði við okkur líka og það er svo sem komið á rekspöl núna sem betur fer. Af því að sú krafa stendur ennþá hjá okkur til dæmis að beita skattkerfinu í átt til jöfnuðar. Við náðum þeim áfanga í fyrra að vera með 3 þrepa skattkerfi en við vildum 4 þrepa. Við vildum hátekjuskatt af því að þeir sem eru með yfir milljónir núna fá skattalækkanir og þeir eru ekkert með það. Það er ekki þörf á því, það var enginn sem kallaði eftir því. Og þetta er kannski helsta jöfnunartækið. Núna ríður á að vera með framsýnar hugmyndir í þessa átt að nota þetta til að jafna en ekki bara lækka bankaskattana eða lækka fjármagnstekjuskatt. Heldur þarf að huga að almenningi í landinu, ekki bara taka við skipunum frá atvinnurekendum í þessu og beita okkar kerfum til jafnaðar og jöfnunar, hvort sem við erum að tala heilbrigði eða menntun eða skattkerfi. Því það er eitt sem stóð upp úr hjá mér eftir Kveiksþáttinn, það er aðgengi að menntun og heilbrigði. Og það er að verið að gera fólk í slæmri stöðu í svo miklu verri stöðu ef að það er stéttskipt hvort þú getur haft aðgengi að menntun eða heilbrigði. Þannig að þetta er eina af þessum grunnkerfum sem við þurfum bara að sannmælast að slá skjaldborg núna því að það verða mjög margir sem ætla að sæta færis í kreppu til að höggva í þessi kerfi og það má ekki verða. Já, sæta færis í kreppu og aftur fær maður svona ónot í magan. Hvað verður þá þennan hóp, öryrkja og fatlað fólk sem ekki hefur fengið leiðréttingu frá hruni, þar sem að dregið hefur verið sundur með örorkulífeyrir og lágmarkslaunum minnst 100.000 krónur, sem að fólk sem að hefur ekki efni á því að búa í einu sinni félagslegu húsnæði og velur frekar að búa í bílunum sínum. Er þetta staðan? Er þetta það sem að við þurfum að hugsanlega að horfa fram á? Ég held að staðan sé svo að við auðvitað krefjumst þess að stjórnvöld beini augum sínum og kröftum í átt að þeim hópi sem að ekki hefur fengið neina úrlausn á þessum árum síðan frá hruni, það eru að vera komin 12 ár. Ég held að við hljótum að vera hávær og taka með okkur í baráttuna, baráttufélaga, það fólk sem hefur sammælst að fylgja liði með okkur, styðja undir okkar kröfur og svona tala mál okkar. Það eru verkalýðsfélögin, stéttarfélögin eins og Drífa kom inn á hérna áðan og ég auðvitað bara vona að við getum verið sameinuð og komið fram kannski kraft meiri fyrir vikið þar sem að þarna höfum við sterka bakherla, félög sem að einmitt eins og hún sagði, þar sem að framleiðast öryrkjarnir, vinnandi fólk sem fellur á vinnumarkaði. Að þannig getum við kannski frekar náð til stjórnvalda að þau skilji það bara hér er orðin gríðarleg alvara, hér er orðin mjög alvarlegt ástand og hér verður bregðast við. Það er ekki bara það þegar að hér koma upp einhver efnahagshrun í bankahrun eða COVID-veira, þó þetta sé allt saman mjög alvarlegt, þá hefur þetta bara mjög alvarleg áhrif á stöðu samfélagsins í heild þegar við leyfum fátækt og sárafátækt að grassera eins og hún hefur gert undanfarin ár. Og við hljótum öll að leggjast á árar bara að reyna að afstýra þeim voða sem verður eins og Drífa talaði Hérna gætu menn gert allavega menntakerfi og heilbrigðiskerfi jafnvel og þá er velferðarkerfið náttúrulega kannski ekki orðið mjög beysið. Ég veit ekki... Er ekki einhverja spurningar til okkar? Já.
eru allir bara orðnir hnugnir. Maður er náttúrulega búin að vera með dómstags, við erum hérna með hverja sko dómstags ræðuna fætur annan nánast, eða ég allavega. Við erum búin að hlusta á náttúrulega inn í þessar hörmungar sem hafa komið fram hérna undanfarandi dögum og mánuðum. Þá bætum við hérna við okkar, hvað heitir þetta, hamfara degi og málþingum, en hérna, já, spurningar. Já, núna er rauninni komið bara tími á pallborðið líka. Og ef við ekki bara taka spurningarnar. Já, hérna er allir í pallborðinu. Þar er enginn. Ekki bara bjóða pallborðs fólki að koma. Anda bara í serviettu eða eitthvað. Það hægt að anda í byrju. Já, svo ekki líka. Sýta kannski hérna með bara það. Það verður öll þetta meginn. Eða ekki? Er hvað svona þá? Ég fara bara. Já, ég fer þetta. Það er ekki... Það er ekki pláss fyrir alla. Það er ekki pláss fyrir alla. Nei. Eitt stóru enda bara. Ok. Ég fer það bara. Ég sitt bara. Hvernig kemur hérna? Nei, svo enda bara. Já. Jú, hérna. Það er stútt mjög. Ég er að reyna að finna út úr því. Ég verðist hafa farið hans út úr viðburðinum. Látum okkur sjá. Þetta er ekki það sem ég ætla að gera. Ok, ég er með nokkrar spurningar. Spurningin er þessi. Hvernig komum við þeim skilaboðum, heyra allir í mér? Já, ég tala það. Hvernig komum við þeim skilaboðum sem liggja í upplýsingunum frá Kolbeini sem best á framfæri? Já, ég get lesið hérna aðeins svona ítarlegra. ÖBÍ gæti að sjálfsögðu keypt auglýsingar sem sýna fram á þetta svart á hvítu og vakið þannig athygli á því ranglæti sem kjöröryrkja eru. En það er enginn eins blindur og sá sem vill ekki sjá. Og meðan fjármálaráðherra slær hik í augu almennings og vill ekki viðurkenna staðreyndir og forsætisráðherra landsins tekur ekki af skarið, þá þurfum við þrýsting frá almenningi. Hvernig förum við að því að vekja athygli og áhuga á því að berjast með okkur fyrir bættum kjörum? Þú ekki bara að byrja út á enda? Eistími. Já. Agna. Það sem að mér finnst náttúrulega skipta langmestu máli í þessu eins og svo mörgu öðru er að við séum sýnileg, að við látum ekki deigan síga, að við höldum áfram að koma fram og segja sögun okkar og segja umbúðalaust hvernig ástandið er. Vegna þess að leið og við förum að bakka, leið og við förum að fara að fela okkur fyrir sannleikanum og taka þátt í þessu sandfoki ráðherrana, að þá erum við jafn sek. En það er mitt álit. Er þetta að loka fram? Þótt að sé eflaust indælis endurfundir þarna og þá... Já, takk. Akkurat. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að koma boðskapnum á framfæri. Það er meðal annars með svona málþingi, það er með þáttum eða er þetta að koma fleiri þáttum í fjölmiðla eins og umræðan hjá Kveikum fátækt sem er mjög góður. Það er bara hamra járnið með öllum mögulegum leiðum. Birting launaseðla opinberlega, hafa vakið athygli
við þurfum bara að hjálpast að finna leiðir til að koma þessu á framfæri og fá fólk til að viðurkenna og skilja vandann. Já, ég held að sé sama í þessari baráttu eins og öllum öðrum baráttum að það þarf að greina frá, það þarf einhver að vera andlit og mörg andlit vandans og við höfum séð það í kvennabaráttunni gegnum tíðina, við höfum séð það í fjölmörgum öðrum baráttum sem hafa verið háðar og þið hafið svo sem verið að gera það og af meiri krafti núna undanfarið og þess vegna fagnaði ég sérstaklega í byrjun að það er að birtast fleiri sögur, fleiri andlit í fjölmiðlum, hvort sem það er láglaunafólk eða öryrkjar og ég bara minni á þessa upptakt breytingar sem er yfirleitt svo sami. Fyrst koma sögurnar og þær eru margar þannig að fólk veit að þetta er djúpstæður vandi og þetta er eitthvað sem samfélagi þarf að taka á, þetta er samfélagslegu vandi og síðan koma lausnirnar og breytingarnar vonandi í kjölfarið en þá þarf að vera tilbúið með lausnirnar og tilbúið með þrýsting breytingarnar. Já, ég tek, Ég tek undir það sem að Drífa er að segja hérna. Við erum fleiri og við þurfum að vera fleiri. Öryrkjar eru talsverð stór hópur, telur samkvæmt allavega TR, milli 19 og 20.000. Því fleiri sem koma fram og tala einni röddu því betra. Við þurfum að segja frá og það er það sem við höfum verið að gera. Varðandi það, hvað gerum með það sem hann Kolbeinn kom með fram áðan, af því að það var spurt það, hvernig getum við kynnt það betur. Kolbeinn kemur í Morgunútvarpið í fyrramálið og ræðir sín gögn og sína niðurstöður og rannsókn. Við munum halda áfram að koma þeim niðurstöðum út á Akurinn og örugglega getum við gert það með auglýsingum og með því að tala þetta í fjölmiðlum og ég bara hvet alla til þess að skrifa. Þið getið skrifa ráðherrum, þið getið skrifa ráðuneytum, þingflokkum og pólitíkinni og inn í fjölmiðla. Það er eins og kannski fólk segir, orð eru að tala alls fyrst og við erum löngu byrjuð að tala, látum bara vel í okkur heyra. Já, eiginlega bara engu við þetta að bæta, held ég. Við þurfum bara að halda áfram. Það er ekkert sem heitir að vera búin að tala við einhvern eða búin að segja eitthvað. Það er bara, þarf að halda áfram að segja frá og útskýra og best náttúrulega maður og mann, næst best að setja þetta á svona eins og samfélagsmiðla og annað fyrir svona okkur venjulega fólkið. Og svo hins vegar að reyna að ná til ráðamanna með hjartanu, segi ég. Ég er að velta fyrir mér, ég held ég hafi nefnilega farið og aðeins úr þessu. Er eitthvað svona tækni tröll hérna? Já, bara alveg endilega. Ég treysti þeim náttúrulega miklu betur. Þú myndi aldrei kalla konu tækni? Nei, hann myndi aldrei gera. Já, við vitum ekkert tækni. Drífa sig. Nei. Sko, því ég held að sé ekkert mjög mikið af spurningum. Þetta verður voða heimilislegt svona þegar við ekki í sal. Já. Hvað fer ég inn í? Sjá spurningar svona. Okay. Nei, það er ekki einu spurning. Það var bara... Stutt og langt. Já, það var bara eina spurningin, maður sjá. Spurning úr sal. Má ég kannski spyrja Þuríður, hvernig er samtal núna í gangi? Er eitthvað samtal í gangi við stjórnvöld breytingar? Eitthvað virkt samtal? Ég get ekki sagt það. Ég er
við erum nýbúin að vera að fá inn í Öryrkjabandalagið þingflokkana. Við erum eftir að fá 2 þingflokka, það er Samfylking og Sjálfstæðisflokkur, og við erum einmitt verið að ræða þessi mál við þingflokkana. Ég er nýbúin að svona kalla eftir fundum með bæði fjármálaráðherra, forsætisráðherra og félags- og barnamálaráðherra. Við erum ekki komið með svar þar, en það er í raun og veru hefur þetta verið dálítið sett á frost. Við höfum verið mikil samtali við félagsmálaráðherra, félags- og barnamálaráðherra og eðlilega, en það var svona verið að vinna að fjármálaáætluninni sem að nú er komin á eitthvað frost eða fer einhverja breytingar, og hann svona sagði berum orðum við okkur, það er komið að ykkar hópi og við munum beita okkur fyrir því, en ég hef ekki séð neitt sem að skýrir hvernig þær breytingar er að verða eða hvað verður gert. Þannig að við erum kannski ekki alveg nógu miklu einhvern veginn svona samráði, ég veit ekki, þó að vissulega við höfum fengið og séum í talsvert miklu samtali. Þannig það. Heyrðu, já, þættinum hefur borist ný spurning þarna. Hafa stjórnvöld fengið þessar upplýsingar, og þá upplýsingarnar sem að Kolbeinn var með, fjármálaráðherra klifar á því hve kjör örorkulífeyrisþega séu sífellt að batna? Hver vill taka? Já, ég sendi þingflokkunum öllum sem að búin er að koma til okkar þessar upplýsingar. Ég er ekki búin að senda þetta á fjármálaráðherra per se, þannig að það er kannski ástæðan, hann er kannski ekki nógu vel upplýstur. Nei, það er náttúrulega, það er örugglega ástæðan, eina ástæðan. Já, svo er í rauninni ekki beint spurning, þetta er meiri athugasemd. Er borin von að fólki sem stjórnar geti sett sig í okkar spor? Ég held það, of mikið af sjálfumglöðu og sjálfshyggju pólitíkusum. Já, þetta var svona... Spurt og svarað. Já, það var... Veit nú við, hér erum við með spurningu. Eru þið tölur það hve margar leiguíbúðir sveitarfélögin leigja til öryrkja á ári? Gott væri að sjá hvað til dæmis Reykjavíkurborg var með margar íbúðir í útleigu til öryrkja fyrir 10 árum og hversu margar íbúðir þeir hafa leigt til öryrkja á hverju ári fram til dagsins í dag. Einhver sem vill stökkna á þetta? Nei, ég ætla að vera svona eins og pólitíkus, ekki svara spurningur en hafa alls konar skoðanir. Já. En ég, ef að önnur sveitarfélög væri að standa sig jafn vel úr Reykjavíkurborg, að þá væri málið töluvert auðveldara. Ég held að vandi liggi í því að mörg nágrannasveitarfélög Reykjavíkurborgar hafa fleytt vandanum yfir á borgina, og ég er nú ekki, ég er ekki pólitíkus í borginni og hef enga sérstaka hagsmuni á því að taka upp þeirra hanska. En ég veit það hins vegar að öll fjölbýlishús sem eru byggð, allar lóðir sem eru úthlutað, eru með þau skilyrði núna að það sé verið að byggja félagslegt húsnæði líka fyrir borgina. Þannig að það er ekki byggt neitt núna hjá Reykjavík nema það séu félagslegar íbúðir þar líka, og ég hef ekki séð þennan metnað hjá öðru sveitarfélögum, bara svo það sé sagt. Ég ætla aðeins að taka þessa spurningu. Það er að sjálfsögðu þannig að Reykjavíkurborg hefur örugglega öll töluleg gögn yfir það hvað margir eru í félagslegu húsnæði hjá þeim í dag og hafa verið síðastliðin 10 ár, hvað þeir hafa leigt mörgum. Ef mér minnir rétt þá held ég samt að það sé 700 á biðlista hjá borginni í dag, það er 600. Ok, 600, segir hún, og hjá Brynju erum við með 530 á biðlista. Og þar fyrir utan er þetta fólk sem er að reyna fyrir sér
á almennu markaði og kannski í húsnæði sem ekki einu sinni skráð neins staðar almennilega. Þannig að við vitum kannski ekki alveg hver þörfin en það örugglega hægt að nálgast þessar tölur og væri áhugavert að gera það auðvitað. Heyrðu, hér er eitthvað fleiri sem vilja kommenta á þessa? Nei? Þá erum við komið hérna með spurningu. Kemur til greina að fara í mál við ríkið eins og grái herinn á leiðinni að gera, eldri borgarar, vegna brota á rétti öryrkja til framfærslu og vegna mannréttindabrota gegn öryrkjum? Við erum í dag að komin í mál út af krónu múti krónu og ég reikna nú með að við fáum einhverjar niðurstöður í það svona bara á næstu vikum. Það að fara í mál, það þarf að vera mjög vel ígrundað og við þurfum að hafa góðan kandidat til að fara inn í svona mál en það kemur auðvitað alltaf greina, við getum ekki slegið neitt allt svona spurning út af borðinu. Það fer eftir hvernig eins og það væri algjörlega fáránlegt ef við þurfum í alvörunni að fara í mál við ríkið út af mannréttindabrotum, út af því að við höfum ekki framfærslu. Það er bara algjörlega absúrt. Og fleiri? Ég vil bara taka undir það síðasta. Það er væntanlega möguleiki sem að yrði að skoða en það væri fáránlegt að þurfa þess. Gott að heyra þennan tón að því að ég er svolítið hugsi yfir þessu að fara alltaf dómstólaleiðina af því að þá er verið að dæma á grundvelli laga og þá er þeim bara breytt ef að þeim er dæmt í óhag. Þannig að samfélagslega breytingar og pólitísku þrýstingur og samfélagslegar pólitískar breytingar eru betri leið til árangurs til lengri tíma að mínu mati. Fleiri sem vilja kommenta á þetta? Þá erum við hérna með spurningu. Eru til tölur hversu hátt hlutfall þeirra sem leita til Mæðrastyrksnefndar, Fjölskylduhjálpar og Hjálparstarfskirkjunnar eru öryrkjar? Ég er allavega ekki með þær tölur ef það eru til. Mér þykir svona frekar ólíklegt að það liggi einhvers staðar bara svona í ljósi persónuverndarlaga og ýmislegt fleira, þá hafa menn ekkert endilega verið að safna þessu saman. Ég veit þá allavega að við höfðum smá könnun inn á síðunni hjá Öryrkjabandalaginu núna í desember, þar sem að við spurðum hvort að einstaklingar hefðu þurft að leita til hjálparstofnana einu sinni eða tvisvar, einu sinni eða oftar, og mig minnir að það hafa verið 30% sem að sögðu að þau hefur leitað einu sinni eða oftar til hjálparstofnana. Já, 10 af þeim sögðust að, 10% sögðust að fara tvisvar, en 30% hefur leitað til. Fleiri? Þá er spurning hérna, eru þessi málaferli ekki búin að vera í undirbúningi í meira en 1 ár? Hversna hefur það dregist svona lengi? Þetta er sennilega að tala um krónu múti krónu. Jú, þetta er búið að vera undirbúningi lengi. Við þurftum að finna kandidat sem var algjörlega, skotheldur, og það tók svona tíma líka fólk að vill ekkert endilega vera í framvarðalínunni. Þetta er ekkert endilega vinsælast í heimi að vera í framvarðalínunni voru öryrki, þannig að þetta tók tíma og við erum samt komin í dag með málið af stað og það er búið að koma því inn í héraðsrétt. Já, Þórbera kemur hérna með smá athugasemd út af þessu með hjálparstofnanirnar og segir það ætti að koma fram í ársreikningum félagana. Þannig að, eru fleiri sem vilja tjá sig um þessa spurningu? Þá erum við með spurningu hérna.
Hefur aldrei komið til greina að sleppa staðgreiðslu skatta? Jú, ég hef oft pælt í því. Við erum búin að svara þessu þá? Nei. Já. Mér langar bara að ítreka það sem ég sagði sem sko, ég mjög mikil áhugamanneskja að nýta skattkerfið til þess að færa til byrðarnar og þetta ekkit rosalega sexy umræðefni en þetta hins vegar sennilega einn árangursríkasta leiðin sem við getum gert til að færa létta á þeim hópum sem þarf að létta af og láta þá hópa axla þyngri byrðar sem geta það. Þannig að ég mjög mikil áhugamanneskja á skatta, ég hrifin á sköttum, mér finnst að fólk að greiða skatta og mér finnst að ég beita kerfinu til tekjujöfnunar. Þetta alveg hárrétt hjá Drífu. Það sem kannski vandamálið í dag hjá örorkulífeyrisþegum það að framfærslan svo lág að þó að fólk, og auðvitað fólk að borga skatta á þessari lágu framfærslu og fólk vill borga skatta, það vill verða þátttakandi en málið það bara að framfærslan svo lág og þess vegna fólk, þessi umræðu komin í gang, heyrist mér, að hvort það var ekki hægt að sleppa skattunum að þennan hóp. Kannski verður hægt að létta hann, auðvitað hægt að létta þennan skattan að þennan hóp eitthvað frekar, en fyrst og fremst að hækka örorkulífeyrinn og hafa léttari skattbyrði. Ég held að það væri mjög gott mál. Já, því að sko skattar náttúrulega gera okkur að virkum samfélagsþegnum og það nú það sem við viljum öll í rauninni en það kannski frekar að afnema svolítið af svona skerðingum sem við erum að verða fyrir en ekki kannski endilega skattarnir sjálfur. Má sjá. Það ekkert búið að bætast með núna. Ef þið viljið koma með, halló, þið sem eru þarna inni, ef þið viljið koma með spurningu þá setta tíminn. Og að hinga svona blik eða taka upp léttara hjal, krakkar. Ég held að jú, þetta bara orðið flott, sko. Ok. Heyrðu, þá pallborðs umræðum lokið. Ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag og taka þátt í pallborðinu og annað. Áður en við ljúkum þessu málþingi alveg, þá ætlum við að fá að heyra nokkur orð frá formanni kjarahópsins, sonum Bergþóri, og hann ætlar að tala. Kannski ekki besta ákvörðunin, en það veist, við reynum bara að lifa þetta af, eða ekki Bergþór? Nei. Borðið þið bara fyrir framan tölvuna? Góðan dag öllsumul. Já, það ekki alveg ljóst að þar sem að pallborðið var styttra heldur en ráðgert var þá fæ ég nú alveg að tala í alveg klukkutími. Það alveg rúmur klukkutími að þið í rittúlkunni og tákmáltúlkunni losnið, þannig að við erum alveg góðir það ekki. Allavega, ég ætla að ljúka deginum í dag með smá ræðum sem ég búin að vera að vinna í. Ég vil byrja á að þakka ykkur öllum sem hafa tekið þátt hérna í dag, bæði ykkur sem hafi verið hérna, lýst ykkar reynslu og ykkar upplifunum, dælt yfir okkur tölum og upplýsingum sem við erum örugglega mörg hver lengi að fara í gegnum. Ég vil líka þakka ykkur sérstaklega sem hafa verið að fylgjast með í streyminu og eða munu að horfa á upptökuna seinna meir. Við erum eins og búið að koma fram, sérstaklega í samtalinu milli Þuríðar og Drífu hérna áðan, þá erum við í mjög sérstökum aðstæðum að ástandið í þjóðfélaginu vegna þessara veikinda
og ég get alveg sagt ykkur það að þegar við vorum að byrja að skipuleggja þennan viðburð þá sáum við ekki fyrir okkur að vera með næstum 2 manns sal og tala bara við ykkur sem heima sitjið. Þannig að þetta er mjög sérstakt og ný upplifun held ég fyrir okkur öll. En talandi aðstæður, við höfum í dag heyrt sögu Unnars sem var að upplifa nýjan veruleika sem flestum myndi hrilla við. Þetta er ekki auðvelt líf og það kom bara sérstaklega vel fyrir hans framlag. En við höfum líka heyrt í Geirdísi lýsa kannski aðeins eldri veruleika en á hluta nýjum aðstæðum, verandi flutt í húsbíl og aftur Þuríði og Drífu, ýmsa tölfræði, augljósa niðurstöðu Unnar áðan að viðurlundaframfærsla væri að sjálfsögðu mannréttindi og eðlilegt að hún væri til staðar. Atli fór yfir mjög nýstárlega hugmyndum hvernig við getum endurreinnað kjör þingmanna. Við vitum það að þessi hugmynd að þingmaður fari í sambúð og lækki launum við það, hún er náttúrulega aldrei samþykkt. En við öryrkjar þurfum samtalið við þetta. Og búið að vera mjög áhugavert. Nú vil ég minnast á af því kjör þingmanna ber á góma að nú nýlega tóku ný lög gildi einmitt kjör þingmanna og annarra sem að heyrðu áður undir kjararáð og kjaradóm. Það er svolítið áhugavert að bera þau lög saman við almannatryggingar og hvernig þær eru reiknaðar. Að í nýju lögunum þingmenn og aðra, þar eru að tala hæst launuðasta opinberu starfsfólk Íslands. Þar eru sjálfvirkara hækkanir á hverju ári. Hækkanir sem að byggja á launahækkunum eins tiltekins hóps í þjóðfélaginu. Rökin sem að voru meðal annars farið fram þegar að núverandi ákvæði almannatrygginga hækkanir upphæða voru sett inn að það yrði að aftengja upphæðir og kostnað almannatryggingakerfisins frá launum verkamanna af því að Alþingi hefði enga stjórn á því hversu mikill kostnaðurinn yrði það. En það er fínu lagi að tengja laun hæstlaunaðasta fólksins við einhvern hóp. Hóp sem nota benni undanfarin ár þegar maður skoðar launavísitölur þess hóps, launavísitölur opinberra ríkisstarfsmanna, sem gefa ákveðna vísbendingum reikniaðferðina sem verið að vinna að, eru alltaf þrefalt hærri í prósentum talið heldur en hækkanir almannatrygginga hafa verið undanfarnar. Það verður áhugavert að sjá þeim takast að réttlæta slíkan mun í hækkun þegar að þetta ákvæði virkjast og ætti að virkjast í fyrsta skipti núna í sumar. En stöðu öryrkja. Fyrir 2 árum var Harpa Njálsdóttir félagsfræðingur sem hefur í áratugi rannsakað velferðarkerfið á Íslandi í viðtali, þar sem hún fullyrti að við varum hér á Íslandi búin að hverfa frá hugmyndinu norrænt velferðarkerfi, norræna velferðarmódelið. Og það er alveg augljóst að síðan þá hefur staðan ekkert skánað. Öryrkjar hafa setið eftir, samanber erindið hans Kolbeins áðan. Stjórnvöld leggja ofuráherslu á að taka upp starfsgetumat, hvaða nafni svo sem vilja kalla það núna. Og meðan sú vinna hefur verið í gangi þá situr allt í frosti í kjörum hjá öryrkjum. Það er augljóst að örorkugreiðslur verða að hækka, það verður að draga úr skerðingum. Fólk verður að finna það að það græði eitthvað, hafa einhvern hagnað, ávinning af því að reyna að vinna ef það getur. Og mesti og besti hvatinn eins og hefur alveg komið fram til atvinnuþátttöku væri minni tekjuskerðingar en ekki þetta kerfi starfsgetumats sem hefur hvergi gefið góða raun. Að því sögðu, þegar ég var að punkta þetta fyrst hjá mér, hvað ég ætlaði að segja núna,
þá voru aðstæður aðeins öðruvísi í þjóðfélaginu. COVID var ekki komið á stað með þeim hætti sem það er núna. Eins og ég sagði það, ég bjóst ekki við tómum salina. Það er búið að koma fram svo sem að aðgerðir sem stjórnvöld hafa verið að tala snúa fyrirtækjum, hvað með okkur fólkið, ætlum við aftur að sitja eftir öryrkja sérstaklega. Við erum ekki ennþá búin að ná í halan frá því í hruninu 2008 og einhverjar líkur á því ef að við drögumst enn aftur út af afleiðingum með þessa veiki að það verði einhver tilleiðilegt. Ég óttast mjög hvað gerist. Ég vona að við getum tekið höndum saman og reynt að gera það besta og komið í veg fyrir annað ástand, en ég er hræddur. Ég var búinn að ákveða svolítinn gjörning og þrátt fyrir að það sé ekki eins margir hérna inni eins og ég gerði ráð fyrir, þá ætla ég að halda mig við það. Ég ætla að ímynda mér að hér inni sé stappfullur salur, fólk sé alveg hérna að pakka út af dyrum. Við hugsum ekki öll eins og þú. En hérna, ég ætla að biðja ykkur sem að það geta og vilja að rísa á fætur með mér. Og ég ætla að biðja ykkur að lúta höfði og votta minningunni fallið norrænt velferðarkerfi. Virðingu okkar með stundarþögn. Ég ætla að hafa þetta í mínútu, ég get alveg haft þetta í 5 mínútur því ég hef nægan tíma, en ég ætla að láta þetta duga núna. Hér er málið. Við getum endurreist þetta kerfi ef að viljinn er fyrir hendi. En við getum það ekki ein. Við verðum að fá stjórnvöld í lið með okkur. Eins og kom fram í ræðu áðan, viðhorf stjórnvalda verða að breytast gagnvart öryrkjum og reyndar öðrum lágtekjuhópum almennt. Við höfum verið svolítið mikið í ástandi. Ég ætla að brjóta þess út frá vanunum. Ég ætla að setja upp mynd. Ég heldur að það sé pínu hreyfimynd. Og hún er mjög lítil, ég vonandi sést þetta í streyminu. Þessi mynd, og svo ég lýsi henni fyrir ykkur, af því hún er lítil og mögulega er ekki allir sem að sjá. Á myndinni erum við með annars vegar einstakling sem er mjög vel klæddur, augljóslega vel staddur fjárhagslega og fyrir framan hans er diskur með hrúgu á smákökum. Við hlið hans sitja 2 einstaklingar, annar með bara eina smáköku og sá þriðji bara með eitthvað smá mylsnu. Það hefur nefnilega brugðið svolítið vel við núna lengi að fólk með efni, stjórnvöld og aðrir virðast viljandi og meðvitað og ef ekki meðvitað þá í einhverju fáfræði etja saman mismunandi láglaunahópum gagnvart hvor öðrum. Gef okkur þá ímynd að þetta sé ekki samstarf. Við verðum að slást innbyrðis svo við fáum það sem við þurfum og það sem við viljum. Það er sagt við láglaunamanneskjuna passaðu þig, öryrkinn ætlar að taka allar tekjurnar hjá þér. Hann ætlar að taka allar kökurnar hjá þér. Það er sagt við öryrkjann, passaðu þig, útlendingurinn ætlar að taka kökurnar þínar. Það er sagt við útlendinginn, passaðu þig, hælisleitendurinn ætlar að taka kökurnar þínar og svo framvegis. Og meðan að við leyfum þessu að stýra hvernig við högum okkur, meðan við leyfum þessu að stýra hvernig við komum fram við náungan, þá erum við ekki að fara að ná að beita stjórnvöld þeim þrýsting sem þarf til þess að þessir hópar fái þau bættu kjör sem þau þurfa. Við þurfum að vinna saman. Við þurfum að sammælast kröfur, eðlilegar kröfur.
kröfunar sem eru frekar skýrar. Ég ætla að loka þessari mynd. Það þarf að hækka greiðslur almannatrygginga verulega. Það þarf að draga úr skerðingum. Það þarf að styðja betur við lágtekjufólk og viðkvæma hópa almennt. Það verður að tryggja nægjanlegt framboð af hagstæðu húsnæði. Húsnæði sem lágtekjufólk, hvaðan svo sem tekjum að koma, geta staðið undir. Að fólk þurfi ekki að upplifa húsnæðis óöryggi mánuð eftir mánuð, flakkandi milli íbúða, því að það veldur líka, vanlíðan það veldur vanda. Kerfið verður að vera uppfært, það verður að laga kerfið og stuðningskerfin að nútíma veruleika. Að kerfið gerir ráð fyrir því að kerfið gerir ekki ráð fyrir því, að kerfið gerir ráð fyrir að fólk hafi ekki efni á hefðbundnu húsnæði, hefðbundið húsnæði verandi skilgreint sem húsnæði sem að felur í sér í það minnsta eitt svefnherbergi, eina stofu, eldhús og bað. Á stuðningskerfinu, húsnæðisbótakerfi og annað taki mið af því að fólk muni mögulega vilja hvort sem af nauðsyn eða löngun búa bara í lítilli stúdíubúð en samt fá stuðninga því að leiga há. Að óhefðbundið húsnæði eins og Geirdís lýsti sé skilgreint sem samt húsnæði, að fólk fái að það að búa í þannig húsnæði sé samt að halda heimili. Og að fólki verði ekki refsað fyrir að brjóta út frá norminu, hvort sem það af ósk eða nauðsyn. Við verðum, og nú ætla ég að endurtaka núna í 4. skipti, við verðum að vinna saman. Niðurstöður Gallup-könnunanna sem Dóra kynnti hér áðan sýnir að almenningur með okkur í liði. Nú þurfum við bara að sýna það í verki öll sömul og krefja stjórnvöld úrbætur. Ekkert okkur, án okkar og ég þakka kærlega fyrir í dag.